Fyrstan til leiks Guðjón Kristjánsson meltingalæknir, hann semst í næringarteymi SAG og hann ætlar að tala þessi tengsl matar og húðar. Það komið sæl, Guðjón heiti ég sem sagt og er meltingarsérfræðingur og það þó nokkur ár sem ég byrjaði að hafa áhuga á þessu efni sem sagt. Mjög snemma í mínum sérfræðiskmenntun þá fór ég að velta fyrir mér mataróþol og matarofnæmi og var mikið að vesast í því og var með alveg sérstaka móttöku og eftir nokkur ár þá fórum við með að tala það Guðjóns sjúklingar og einhver orðaði þannig nú hefur einhver lopatofla komið til þinn í dag og ástæðan fyrir því var það var einn sjúklingur sem kom inn hún labbaði það var 30 stiga hiti hún kom inn og hún var öll í lopa fötum lopaði og þess að hún gat ekki verið neinu nema lopa út af ofnæmi sem við þurftum að rannsaka það var þess vegna fékk ég þetta svona stimpil en matur mannsins megin og hver ekki gaman að borða það ansi margir sem njóta matar og við borðum náttúrulega allstaðar hjá hverjum degi, flestir okkar og okkur finnst gaman að fara saman og borða okkur finnst gaman að setjast saman og njóta matar saman þannig að þetta svona fastur liður í því að vera til það að borða og við gerum það gjarnan okkur dagamun og höfum aðeins veislur og stundum getur að vera ansi mikið en það bara ekki öllum sem líður vel eftir máltíðir við tengjum það við velja eftir erfiðisvinnu áreynslu oft ljúft að fá sér það þekkja þessa tilfinningu þegar maður búin að vera fjallgöngu eitthvað að loksins fá nestið en það alveg yndisleg tilfinning og við tengjum þetta við samhenni og samveru en það mjög erfitt eins og ég skrifa að vera óvinur og sitja við sama borð þetta oft sagt ef maður vill fá samhug þá sest maður saman við borð og borðar og en það ekki öllum sem líður vel með mat og það ekki alltaf gott að borða þannig að það ekki allir sem tengja matmannstímann við gleði og samveru og þarna sjáum við bara strax pínlítið tengsl matar og hugarþekking getur ímyndað okkur strax að það getur verið andleg orsökin, það getur líka verið líkamleg orsök. Það getur verið hvort tveggja og ég tek þarna þessi dæmi og ofnæmi sem leiðir að þessi kvíða, ótta og öryggi. Ég var með 20 ára menntaskólanema einu sinni. Hann var með ofnæmi, hann var með bráðofnæmi, með jarðhnetuofnæmi og eitthvað eitt mann ekki hvað en hann fékk losteinkenni. Bara teftist í honum setja öldrunarfærin og hann var bara mjög illa haldinn sem eftir McDonald's ferð og svo framvegis. Þannig að þetta gerðist endurtekið og hann hætti bara að vera, hann bara þorði ekki. Máltíðar urðu bara stress, eitthvað í þessu, hvað að gerast? Og hætti að vera meira vin og svo framvegis. Þannig að þetta sjáum við að bara gerist sem sagt. Og ég ætla aðeins að byrja þá með smá upprífur frá síðasta degi sem við vorum með. Var ekki síðast, við vorum með ofnæmi. Fæðuofnæmi. Og þegar Mikael kom til okkar. Já. Og við tölum það að þetta skiptist í fæðu óþol og fæðu ofnæmi og vorum að tala það að þetta væri mistökum. En hvernig greinir maður á milli? Það getur verið mjög erfitt. Þetta svona, hvernig við skiptum þessu niður. Viðbrögðin og ofnæmið og óþolið. En þegar þetta var sett fram, þá fundum við að það vantaði eitthvað. Það vantar eitthvað í þessa töflu. Og það var þetta Men uppgötvuðu það að þeir voru ekki bara að gera ráð fyrir því að það til líka sálræn mekanismi, sálræn ástæða fyrir hvernig maður þolir mat og hvernig maður Og ef maður skoðar svo fæðuofnið sjálf, þá til þessi laktósuóþoli,
efni í fæðunni sko, sem veldur ofnæmi, en svo líka til eitthvað sem ekki skilgreint. Það eru sko þessi starrænir sjúkdómar, IBS, spurningum IBD, menn svona velti fyrir sig, hvað starfið? Það fyrir hvernig mæltingin vinnur og hvernig hann hreyfir sig, en hvað stýrir því? Þannig að almenna skilgreining það að fæðuóþol og ofnæmi eru sjúkdómar viðbrögð einu eða fleiri líffærum, orsakar fæðu eða minna en eðlilegu magni. Þannig að það verður að vera eðlilegt. Og það viðbrögð óvaldi sem sagt ekki talið með. En það kemur auðvitað fyrir. Borðar hún mikið af einhverju. Kona með lópatöflan sem ég tala hún hafði borðað 1 kíló af bríóst og hún fekk úrtukarjaði. Það veit næst að það amin í því. Það eru ákveðin efni í svona góðum osti sem í allt miklu magni getur gefið bara eins og ofnæmis útlit. Og hversu algengt þetta? Þegar við veitum á ofnæminu, þá segist 19,8% af fólki svona almennt. Þetta einn stærstan stúdía sem hefur verið gert, 20.000 manns, spurði 19,8%. Svo reyndum við að staðfesta, þá getum við bara að staðfast 2%. Það þýðir það hvað eru hin prósentin. Þið vitið náttúrulega að það hættulegt með svona aukaefnin og svona. Það var ennþá sjaldnar og ennþá sjaldnar sem það virkilega var ofnæmi. Þannig að hvaða sjúklingar eru þetta þá? Hverju er þetta? Þegar kemur að því að skoða að þá er þetta mjög algengir í konum að einhverjum ástæðum, sjaldnar hjá mönnum. Í típu 1 ofnæmi að þá er þetta yngra fólk og það er færri efni. En það er svo óvenjulega að það eru oft mjög fleiri efni. Það sem raunverulegur grunnurinn í þessu, það sem ég segi alltaf við það sem þetta kemur á ofnæminu, það er það að maður verður bara alltaf muna eftir því að það er margt fleira sem veldur óþægindum en fæðuofnæmi eða óþol. Og maður er að passa sig að styrkja ekki ranga skilningið upplöf. Og nefna snemma mögulega mismikið. Getur þetta verið eitthvað annað? Getur þetta verið sjúkdómi? Getur þetta verið eitthvað annað sem veldur því að þú þolir ekki þennan mat? Og hvað með hugan þá? Þetta hér hugtak gut-brain axis var til svona upp á 1960, 1970. Þá fyrir að menna að hafa áhuga því hvernig heilin hefur áhrif á meltingaveginn og hvernig meltingaveginn hefur áhrif á heilan. Og menn fór að tala þetta gut-brain axis. Núna síðast hafa menn bætt inn í þarmaforma hvernig hún hefur áhrif í þessu ferli. Ef maður ekki með góða þarmaflóra getur það virkilega verið að maður jafnvel líður illa í heilanum. Menn að vera að skoða boðefni, áhrif stress og kvíða, hvernig maður líður, hvernig maður sé þunglyndur, hegðunarvandi eins og ADHD og svona hefur verið skoðað. Og við vitum það að fólk sem með vandamál í heilanum geta fækið vandamál með þyngd, hreyfing á görninni, IBS-sjúklingar verða mun verri, þeir eru ekki með IBS út af andlum, þeir verða mun verri ef þeir eru kvinnir, mun verri ef þeir eru þunglir. Hvernig maturinn, næringu tekin upp og svo kemur þessi í ójafnvægi þetta meira umdeilt, og þeir getur haft áhrif á þetta. Þið vitið öll að börn verða að ofvirkja sykri, eða ekki? Er ekki allir saman á því? Hafið þið séð það? Hafið þið séð það? Það var einn rannsókn sem búin að vera í gangi áfram. Ég má bara, ég get ekki að setja hann eftir. Já, allt í lagi. Að þarna var verið að athuga hegðun með við fæðu sem að hún búið að gefa. Það var búin að heyra aðeins, við erum búin að heyra frá niðurstöðum að börnin líka sem að fengu mínus sykur voru með betri hegðun og það voru fleiri þættir líka sem voru þar eins og hveiti líka.
Samanborið þeir sem voru almennu Það fæðingar. er mynd. Þetta er mjög einstaklingsbundið. Ég á tvo stráka sem annar þeirra, hann er bara standið í sykri, hinn var alveg augljóslega mjög alvarlegur sykri. En það er til fleiri svona, þessar rannsóknir sem við nefna þetta, en til fleiri rannsóknir. Það er margar rannsóknir sem benda til þess að það hafi ekkert að segja. Og foreldrar geta ekki sagt til hvort barnið hefur fengið sykur eða ekki. Þau geta sagt fengið alveg bara sér sykri og eru hóp og þú getur fengið þau til að vera jafn róleg eins og hópur sem ekki fyrir sykur. Þegar þau vita ekki sem sagt þeir sem foreldrar og aðrir sem komu að börnunum vissu ekki hvað þau höfðu borðað. Þá gátu þau ekki sagt til það hvort barnið hafi fengið eða ekki. Þannig að þetta er svona spurning, er það til? Svo sjáum við svona hluti á netinu. Serotonin, við notum serotonin hemla í geðlæknisfræðinni talsvert mikið í dag og við erum áhuga mjög á serotonin og í meltingarsérfræðinni erum við mjög mikið áhuga á serotonin, meðan við notum það til þess að stoppa og blokka IBS-einkenni og krampa og annað. Þannig að þetta er efni sem við erum mjög mikið áhuga á. Og þá koma náttúrulega fljótt svona fína síður sem segja maður hvað er til að sem að maður er happy, hamingjusamur, auka serotonin. Og hérna eru mjög góðir hlutir eins og til dæmis það að spend time in nature, walking clears and boosts serotonin. Þetta eru mjög góðir hlutir. En spurningin er það getur þetta hjálpa okkur. Það vitum ekki ennþá. Við höfum ekki ennþá sannanir að það er til góða síður sem segir okkur það hvernig þetta er. Það er ekki lifrakefi þarna? Já, lifrakefi, já. Svo kemur að þess að virka skilningum. Ég hef þessa mynd hérna vegna þess að þetta er ég. Þetta er, sko, ég fekk Real Giant og svo fekk ég Iron Best. Ég hef ekki verið nema svona 5 ára gamall. Í 10 ára þá var ég mér óglatt og ég kastaði upp ef ég fekk mæs. Og sérstaklega ef ég sá dósina. Þannig að ég var alveg sem sagt með klassíska virka skilningur Pavlos. Þannig að mér leið illa sem sagt við það. Og þarna sjáum við það. Fæðan, svo setur tóknin, ekkert, fæða og tókn, þá bara tókn og þá gerist sama eins og gerist þegar það sé fæða. Þetta er klassíska. Einstakasinnir þetta hér þegar við heyrum í matarvagninu, Já, þá byrjar ógleðin. Já, þá byrjar ógleðin. Fólk veit að nú kemur maturinn. Og en þetta er ekki alltaf svona einfalt eins og Pavlos og með þetta. Þetta er sko higher order og second order. Það er að segja sjá kötturinn sko, hann heyrir í dósaupptakaranum, plús matur, mynda munnvatn. Svo heyrir hann að það fer að taka eftir því að áður en dósaupptakarinn, það tekur eftir því að það heyrist í opnast skápur. Og þá ertu komin plús dósaupptakara. Og lokum ertu bara með viðbrögð við eitthvað sem var ekki tengt í upphafi. Hvernig áttum að þá sjá þegar maður er með virka skilningu? Þegar sambandið er ekki mjög augljóst. Ef við snúum dæminu, hvernig veldur sútum breyting á matarhegðun okkar? Hvernig við borðum? Þetta er dæmi, þetta er grein Alzheimer-sjúklinga. Þetta er mild cognitive impairment, mild minnkun sem sagt á vitrænu getu. Og svo er það fyllt eftir. Og þeir sem hafa sem sagt þyngjast eru eftir, þess að tapa þyngd minna en 4%, þess að tapa meira en 4%. Og þið sjáum það að það er mild kognitív skerðing, getur verið vísbending um það, með þyngdtap getur vísbending um það og eftir að þróa með þér mun alvarlegri sjúkdóm í Alzheimer. Og
við vitum ekki alltaf sko hvernig þetta ég meina þetta nokkuð augljóst þegar íljós að stoppa í göttunni að ég borða og þá bæri allt stopp, það nokkuð augljóst, magasár, vélindisneyslu, það alveg augljóst. Við vitum þetta með krabbamein, með minnka matarlyst og þetta með að mann líður illa og óglatt og svo framvegis, lyfin hjálpa hann ekki til þetta, en það aukin niðurbrot, það katabólismi, þannig að þú nærast og svo framvegis. Annað sem við vitum minna og það þetta sem við erum eftir að tala aðeins mjög og þið eftir að ræða meira með í dag. Það náttúrulega þetta með að í þunglyndi þá sjáum við það fólk ýmist þyngist eða léttist. Við sjáum að í sorg þá sé ég oft eldra fólk það bara léttist, það bara eins og það kemur tíminn sko ekki að kemur tíminn sko eftir 2 vikur, eftir 2-3 mánuði og það er bara 10 kíló farin. Alzheimer-sjúklingar nefndi ég, erfið akjur og slys, þeir sem eru skurðir, þið þekkið þetta. Það settir mjög miklu tráma að þá sjáum við það að matarlyst minnkar og hegðun kringum mat minnkar og þau léttast vegna þess að þau eru kataból. Þetta er svo hvernig sjúkdómar hefur áhrif á matarlyst og matarlyst. En annað sem er minna þekkt, það er eins og sjálfsofnissjúkdómar sem verða verri á vissu fæði sko. Hvernig það sálræna hlutur kemur þar í en það vitum ekki alveg. Þetta var líka grein sem ég sá í Pediatrics og þetta er psychosocial impairment in preschooler with selective eating og no picky eating, moderate og severe eru súrurnar og svo er þetta mismunandi þunglyndi og þetta hér er ADHD. Þið kunnuð betur þessu skammstæðinu en ég. Ég var að lesa þér. Ég veit ekki Seasonal, Andersen og sérfræðingur þessu. Seasonal affective disorder. Já. Þunglyndi, generalized anxiety disorder. Þetta er þetta er anxiety disorder, þess að kvíðasyndrómi. Þunglyndið, seasonal, þetta er social. Og svo oppositional defiant disorder. Já, og svo ADHD. Og svo conductive disorder. En þið sjáu þarna kemur inn sem sjáu samband sem geta mismunandi með no picky eating yfir það severe eftir sjúkdómnum. Og þetta er dálítið algeng einkenni í þessum hóp. Þannig vissulega fylgir það með. Þetta er dæmi, 28 ára kona, hún kom til mín og með kviðverki og öndunarerfingar af yfir 50 mismunandi þægindum. Það var yfir meira en 50 sem hann gat talið upp, sem hann var lista, sem hann borðaði ekki og sem hann þurfti að hafa tjekka á sko. Og eftir mikið rannsóknarferli, það kom allt eðlilegt út. Að þá gerum við tilraun í samvinnu við hana, ég sagði bara við testum, bara tjekkum á hvernig með þetta ofnæmið. Förum yfir, setjum inn hópa fæðu og tjekkum hvað gerist. Og það kom ljós að hún fékk engin viðbrögð. Þegar við gerum blint og opið og svo framvegis það gerist ekki neitt. Og þannig að við sátum hérna og fórum yfir niðurstaðuna og veist, þú ert ekki með þetta ofnæmi. 5 dögum seinna, þá kom hún á bráðamóttökuna og var búin að skera sig öll. Var öll sundur skorin að handleggjum alveg niður úr beggja megin. Þá sá hún það bara kvíðinn og angistinn hafði orðið svo mikil eftir að maður hafði haft samtalið með mér að hún bara gat ekki meir og fór að skera sig. Sagði það léttum með hann fann fyrir sársauka. Þannig að þarna dúkkaði semst upp raunur kannski andleg ástæða fyrir öllu því sem hún var að reyna að gera með fæðunni. Ég nefna sem dæmi það tengst við hann. Þetta er náttúrulega miklu meira ykkar svið en mitt. Já, við komum til þetta. Þú mátt gera það. Þetta er viðfangi sem hún hefur gagnvart vandanum og heldur upptekni og við erum að farða henni frá kannski öðrum vanda sem hún þarf þá við. Já. Þetta viðfangi tekið burt.
Já. Þá hefur hún ekki aðra leið til þess að regulera og finna jafnvægi í sín samlífi og er þá best skjótið. Og þá koma einhverjar ímyndulega leiðir til þess að leysa. Til að leysa vanda sem... Fram að þessu hefur verið leystur með þeirra upptekinn af viðbúrsum. En maður velti fyrir sig líka hversu mikið gátt hann borðaði og hann fæði á hann þá 50 það var þessna sem hún var hún var mjög grönn. Já, ég segi sko. Hún var mjög svona partur af vandanum og það var þessna sem við vorum eftir rannsóknar var það að hún aftur að gat ekki borðað og var með kviðverkina og hún var með öndunarleikana og af fæðutegundum hana og hún var náttúrulega bara hverfa. Já, en svo náttúrulega við þetta þurftum að fara að borða. Já. Sem mjög kvíðalegt ef hún vandur. Rétt. Þú lest hugminn. Þannig þetta aftur á móti kona sem við höfum haft sem fór í erfið aðgerð, léttist mikið og aðgerðin tókst vel. En hún var lengi að jafna sig, hún var mikið á sýklalyfjum og þyngist seint en hættir að léttast. Og svo fyrir hún léttast af nýverna kynkinguvanda og reynist sveppasýningu og er mjög ósátt með allt það ferli og akkur það seint uppgötvast og svo framvegis og hvernig þetta var. Þetta endar með því að hún fær meðferð og er betra því en heldur áfram að léttast. Og þegar hún leggst inn, þá borðar hún án vandkvæða og borðar það sem er lagt í fyrir hana og þyngist. Svo fer hún heim og sagan endurtekur sig. Skammt á deildinni. Og þetta kannski þekkið þið fleiri inn í salnum sem sagt að sjúklingar sem hafa sig aðeins öðruvísi heima að gera þeirra umhverfi sem gefur þeim öryggi, umhverfi sem það sem er skammtað og sé fyrir hlutum. Og hvað við þá að gera? Mikilvægt að greina rétt, ef hægt, að hafa rétta greiningu, sjúkdómur og svo framvegis. Og maður þarf að finna það, maður þarf að skima, þannig þið þurfið að muna það, þetta sem við erum að nöldra næringarhópurinn, að það er ekki bara nöldur út á engu, heldur, það er af ástæðu, við viljum finna einstaklega nógu snemma, þegar þið eru farin að hætta að borða, þá viljum við vita af því. Ég man eftir þessu ég seti bara dæmi mann sem hefur verið hjá okkur núna. Hann borðar ekki, hann borðar ekki eftir aðgerð. Og svo var farið yfir og skoðað og talað við hann. Það kom ljós, hann hefur aldrei borðað. Ég er bara með sitt og neitar að borða og þetta er bara vandamál í 20 ár. En við vorum að hafa mikla ágjörð því hvað aðgerðin hefði gert við það. Þannig að greina rétt, að við vitum hvað er að. Tryggja skjólstýringar sem okkur fái næga fæðu, rétta fæðu og réttan hátt. Þannig að þetta er hlutur sem við erum léli í somatíska heiminu. Við viljum gjarnan grípa til slöngur og nálar og setja TPN-urs framir. En það er best fyrir líkamann að fá endra fæðu, samt fæðu í gjarnum með því að borða. Þannig að við viljum gjarnan komast þangað. Og hvernig samfara maður einstaklega sem getur borðað en vill ekki? Hvernig fær fólk matarlyst? Þarna sett ég raun og veru, þetta er ekki, kannski ég sem að svara þessu, kannski líka þið sem að svara því, hvernig fæum við fólk sem ekki vill borða að borða. En hvernig leysum við upp virkaskilningu? Hvernig leysum við þessa þætti hér? En muna það, þetta er ekki ímyndun. Þetta er ekki eitthvað sem þau eru að leika sér að. Þetta er raunveruleiki. Þegar þú ert með virka skýringur, ég get bara sjálfur sagt fyrir minn, ég ældi alvöru upp á mæskornum. Það var ekki, ég hef bara reynt að plata mig, ég hefði ælt ferskipta sér sá mæs. Það var bara þannig. Fyrir mig var þetta bara raunveruleiki. Ég þoldi ekki mæs. Þannig að við verðum að virða það að fólkið en við þurfum að hjálpa hann til að sjá hvað liggur bakvið og hjálpa hann á leiðina. Meira ætla ég ekki að segja bili. Ég vona að þetta hafi sem byrjt svona píndir innleiðing að því sem þið segja okkur svo við. Takk fyrir Guðjón.